getur downloadað þessu í tölvuna þína og horft á þetta þegar þú vilt. Þú ert að horfa á MK Media TV. Ég heiti Gulli og ég fór á Stúanætt daginn og hitti hljómsveitina Sprengjuhöllin. Sprengjuhöllin var stofnuð í MH fyrir cirka 2 árum. Kom út með plötu á seinasta ári sem heitir Tímarnir okkar. Á henni voru 2 lög sem sló í gegn, Núpur og Förum yfir Ísland. Og eru á leiðinni í stúdíó að taka bara plötu sína sem ekki komið nafn á. Hljómsveitina Skipa, Atli, Bergur, Georg, Sigurður og Snorri. Kíkjum á það. Sprengjuhöllin í Elva. Hér er Sprengjuhöllin. Hverjir eru þið og hverja manna eru þið? Bergur F. Benediktsson. Sonur Benedikts og Gerðar. Ég heiti Atli Bollason og ég sonur Bolla og Ástu. Snorri Helgason og ég er Helga og Birgir. Ég heiti Sigurður Tómas Skúli og ég er Simon Lill. Ég er Georg Kari Hilmarsson og er sonur Hilmars og Hólmfríðar. Já, svo er þér sagt. Ég meina... Já, fyrsta tónlistarminning ykkar. Tónlistarminning? Já. Siggi? Ég veit ekki það. Ég veit ekki. Bróðir minn spilaði óbó þegar ég var lítill og það var eitthvað frétt úr því alltaf. Það var ekki tónlist en... Já, ég man ekki hvort það var allra fyrsta, en alltaf svona frekar skýrt sko, manni frá að ég var svona kannski svona 6 ára. Þá var ég mikið að dansa í stofunni heima við einhverja mjög feita dansstólist sem að bróður minn hefði verið að kaupa. Old school hardcore dót. Ég vildi ekki að þið sagt eitthvað svona töff, ég var að dansa við ABBA. Þú verður að dansa við Queen Já, ég verður að dansa við Queen. Ég man svona, fyrsta tónlistarminningi mín var svona að pabbi setti mig svona alveg við hátalarann svona með svona kotta undir og að láta mig hlusta á svona Beethoven symfóníu. Já, töff. Það var bara til þess að reyna að slaka strákina að hann fór í hátíð. Ég hlustaði mikið á Mendelssohn og Rachmaninoff sem er frændi Rachmaninoff, miklu sjaldgæfari og flóknari þegar ég var 4 ára. Það beats me. Eru þið í öðru verkefnum eða eru þið bara í Sprengjuhöllinni, ekki sóló í gangi? Það er ekkert svona... Öðrum tónlistarverkefnum sem þetta áttu við? Já. Það er ekki alltaf að halda þig fram að hann sé ykkur í hljómsveit? Já, ég er í hljómsveit sko, hún hefur reyndar ekki spilað síðan 2006 sko. Nei, en það er engin held ég að einhverju alvöru í einhverjum öðrum verkefnum sko, músíkverkefnum sko. Svo ekki þarf eins og einhverja núna. Ég og Bergur er náttúrulega með hana filterdisco. Að vísu. Já, Siggi er alltaf með hana... Noise-bandið. Ruslutunu endi í frammiði. Já. Og ég er náttúrulega í stóðlífi sambandinu, rappljóms. Verður nýja platan eitthvað frábrugðin hinni? Verður hún eitthvað meira rockaðri eða rólegri eða? Hún er bara öðruvísi sko, það er bara önnur lög á hana sko. Það er þannig, hún er bara alveg eins og hinn platan, hún er bara svona safna 12 lög og næsta plata verður bara... Eru þið búin að semja hann alveg? Við erum búin, lögin eru öll held ég komin svona í... Flest komin í svona gang en þeir eru tilbúin sko. En hvernig finnst ykkur best að semja? Semjið þið texta fyrst eða lag eða og er ykkur einn sem semur? Við semjum allir næstu því og þarna sem örugglega flest oftast þarna er kannski Bergur sem við stundum svona textana fyrst. Já, það er komið fyrir, en yfirleitt er það laga undan. Best er náttúrulega að gerist bara á sama tíma. Já. Þegar þið takkið upp í stúdíu og þið takkið upp allir eða takkið upp einn í einu? Við leggjum áherslu á að reyna að taka upp eins mikið í einu og við getum sko. Já. Svona með svo þægilegt sé. Svo að við höfum svona verið að taka upp allavega yfirleitt kannski bassa, trommur, hljómborð og gítar, kannski allt á sama tíma sko og síðan smyrjum við þá ofan á kannski meiri gítar og kannski fleiri hljómborðum og syngjum svo yfir og svo leiðis. Ef þið væru ekki rockarar, hvað væru þið að gera? Ég væri kavítdópi bara. Þannig að þetta er mjög góð forvörd. Þannig að Sprengjuhöllinni er svaka góð forvörd. Við erum náttúrulega allir að gera eitthvað annað líka. Já. Það er enginn okkur sem að lifir á, til dæmis,
Snorri sig fram á frama innan Orkuveitu Reykjavíkur. Nei. Hann lítur hýru auga til forstjórastólsins eftir að jeppakallinn. Skilaði ekki jeppanum. Ég hugsa samt að ég væri örugglega að æfa, ég væri byrjað að æfa einhverja íþrótt aftur. Ég væri eitthvað komið í sundlið. Snóker, jafnvel. Ég kæri í snóker. Það væri svolítið gott. Já. Þú getur klætt í svo flott. Já, það var alltaf í einhverjum geðveikt þröngu og góðu vesti. Það var þröngu svörtum buxum með slauf. Já. Góður. Hvar hugsið þið að þið verðið eftir 10 ár? Verður Sprengjuhöllin ennþá til? Eða verður hún orðin heimsfræg? Já, ef hún verður til, þá verður hún orðin heimsfræg. Já. Er það planið að voruð þið ekki að spila eitthvað staðar út í vor? Jú, en ég að segja sko bara svona með svona, ég alltaf nefnir svona plön að maður hafa svona ákveðið metnað ef að það alveg gaman að vera að gera það sem við erum að gera núna, en ef það myndi vera óbreytt enn í 10 ár, þá sýnum við ekki áhuga. En ef það myndi alltaf, við myndum svona vinna frekar landvinninga og svona, þá getur þetta alveg verið til eftir 10 ár. En þú veist, planið, já, svona, við hugsum bara ekki alveg svona langt fram í tíma, kannski næstu 1-2 ár vinna í því úti, sjá hvernig það gengur og svona taka eitt skref í einu. Eruð þið þá byrjað að semja kannski lögin á ensku líka, eða enska texta eða? Eiginlega frá byrjun þá höfum við, þú veist, alveg fyrst þá voru náttúrulega bara mörg lögin til áður en að íslenska útgáfan var til á enskri tungu. Og það náttúrulega hvar svona við tókum ákvörðun fyrir hinna plötuna að gera hana allt á íslensku og við þurftum að þýða mikið til af lögum sem voru bara til á ensku fyrir hinna plötuna og þannig að það liggur alveg svona ágætlega við okkur að bæta við svona einu og einu lagi, það er ekkert, en næsta plata verður á íslensku hér. Já. En hvað með ef við, hvað ef einn myndi hætta, myndu þið vera 4 eða? Já, bara eitthvað sem við bara eins og skeiður í böndum? Það er þið bara laust sko. Það er bara, já, það er ekkert eitthvað mikið vel í plagg sem að segja til. Er komið eitthvað nafn á nýju plötuna? Nei. Við erum svona að velta fyrir okkur nokkrum nöfnum og erum svona... Er komin samt útgáfadagur? Nei, ekki Fastur, en við vonumstum sem kom út kannski seint í október eða snemmt í nóvember. Ná vertíðinni? Já, algjörlega. Það verður ekki spurning. Bara... Það var skemmtilegu tími þarna, október, nóvember. Skemmtilegt. Ég sá ykkur spila helgi í Smáralindinni eða eitthvað í Skífunni. Já. Mjög svona umplugg, einn gítar og... Það var mjög sérstakt að heyra ykkur svo leys. Já. Fannst þér það virka? Alveg eins. Já. Það er satt, þú veist. Það er mjög gaman að heyra lög, bæði umplugg og góð lög. Það er satt... Ef David Bowie eða einhver myndi hringið okkur að biðja ykkur upphitt, það myndu þið slá til. Já, ekki spurning. Já, ég meina, við höfum alltaf verið svolítið svona, okkur höfum náttúrulega alltaf langað bara, við höfum alltaf verið, við kallum það að vera með pungin úti svolítið. En ef Gary Glitter myndu hringja, myndu það ekki það? Nei. Jú. Við höfum alltaf slátt til. Var það ykkur til Argentínu eða eitthvað sem er Nei, það var Tælandi. Tryggast í ykkur lókið. Já, ég meina... Já, alveg klálega sko. Það væri bara gaman ekki. Snorri, hvernig var að vera Ríóbarn? Það var örugglega svipað á önnur börn sko. En hvernig var að eiga frægan pappa á þessu tíma þegar var hann ekki alltaf að syngja helgar og... Jú, það sé sko. Það var ekkert skrítið sko. Það sjó hann alltaf í sjónvarpinu og eitthvað. Nei, ég veit að ég get náttúrulega ekki búið það saman með neitt annað, þannig að ég veit það ekki sko. Mér finnst það bara mjög eðlilegt sko. En hafið þið aldrei unnið neitt saman, spilað neitt saman ópebeli eða eitthvað? Nei, ekki þannig sko. Nei. Þið tók einhverja veislu eða ekki, eitthvað grín? Nei, ekki það. Já, það ekki. Þú varst eitthvað svona... Jú, já, við spilum með 50 samanlegum. Já, það var gott. Basic. Já. Það er til á teipi sko.